Og áfram höldum við hérna í föstudagsþætti N4, en skemmtilegt og afar athyglisverð mál kom inn á borð Skafta Hallgrímssonar, blaðamanns á Morgunblaðinu, sem með aðsetur á Akureyri. Hann fylgdist með fálka éta máf og það í þéttbýli á Akureyri og Skafti birti myndir af þessu öllu saman í Morgunblaðinu og svo líka á mbl.is. Skafti, það nú ekki algengt að sjá fálka ráðast á má og það í þéttbýli? Nei, mér skilst ekki. Það í sjálfu sér ekkert fréttnæmt að fálki éti annan fugl, held ég, en það ekki oft sem maður sér það. Og hvað þá bara út eldhúsgluggann eins og konan sem hringdi í mig og lét mig vita þessu. Var það mikill slagur? Já, hún sagði mér það, þetta verið mikill slagur. Ég kom nú ekki á vettvang fyrir hann satt bara ofan á hádegisverðinum og spændi hann í sig. En slagur var mikill, sagði mér, já, áður en að yfir lauk. Og þetta sem sagt var bara á Akureyri? Hvar á Akureyri var þetta? Þetta var bara í Áshlíðinni. Og svo dró hann bráðina nokkra metra og át hana í Kvenfélagsgarðinu, þannig að milli Áshlíðar og Skarðshlíðar. Þetta eru ótrúlega flotta myndir. Já, þær eru þannig. Ég verð að játa það. Mjög flotta myndir. Ég var nálægt kannski 10 metrar frá þeim eða eitthvað. Góð birta. En mitt afrek var í sjálfu sér bara að ýta á takkann, sko. Þetta var ekkert mjög flókin aðgerð. Hetjan finnst mér að vera kona sem hafði vitað að hringið mér, látt mig vita. Já. Þessa myndir vöktu mikla athygli. Já, alveg gríðarlega athygli. Alveg gríðarlega. Sumir fannst fáránlegt að birta þær. Það væri nú ekki merkilegt. En eins og ég sagði, það ekkert merkilt að ránfugl éti annan fugl, en svona inn í þéttbýli og hvað þá að náist að því svona góða myndir, það gerist ekki hverjum degi. En þetta hefur verið, ung fálki eða ekki? Svona. Jú, ung fálki, mér sagt, og ungur máður. Kannski öðrum vetri eða eitthvað slíkt. Sennilega silfurmár, mér sagt, ég er ekki góður í fuglum. En sumir heldur reyndar að þetta hefði verið 2 fálkar, þeir voru svo svipar á litin. Og styrmdu mér að því á netinu, en svo var náttúrulega alls ekki. En viðbrögðin segirðu þau, sem að þú fékkst þau, sem þú voru á ýmsa bóga? Já, voru það. Já, ekki ég beinti sjálf sér, bara maður sá á netinu, sko, sumir fannst þetta nú svona, já, er þetta frétt? Kom náttúrulega eins og alltaf þegar að nánast á hverjum degi, sko. En eins og ég segi, auðvitað er þetta frétt. Þú sér þetta ekki inn í íbúðabyggð. En frétta ljósmyndun, þær ein mynd segir meir en 1000 orð og svo framvegis. Það veist þú mæta vel. Sumar myndir gera það. Aðrar kannski ekki, en geta verið góða fréttamyndir samt sem áður. Styðja vel við frétt. Stundum þarf ekki skrifa neitt með mynd í sjálfu sér. Eins og segir, hún segir 1000 orð. Þú ert búin að vera lengi í bransanum, frétta ljósmyndun, hún hefur breyst þó nokkuð mikið með tímanum. En samt sem áður alltaf að taka mynd. Græjurnar hafa breyst og tæknin og þess áttar, en vinnubröðin eru kannski ekkert mikið öðru sinna áður. Þú komst með nokkra myndir sem að þú ert með í safninu hjá þér. Fyrsta myndin sem að við ætlum að skoða, þetta eru nú menn sem að allir kannast við. Já, ég man ekki hvort þessi mynd birtist, en þetta er eftir á hyggja mjög skemmtileg mynd. 2 samgönguráðherrar, annar í starfi þegar þetta gerðist. Þetta er þegar að endanlega var ljóst að yrði farið í Vaðlaheiðargöng þegar skrifað var undir samninginn í Hofi. Og þarna sést að þeir voru báðir afskaplega glaðir. Þeir faðmast bara. Þeir faðmast, já. Þetta er alveg stórskemmtileg mynd. Já, og svo er Vaðlaheiðin þarna í baksýn. Hún er í baksýn. Og það var ekki tilviljun. Svo næsta mynd, hún er nú svolítið alvarlegri togan, það er þyrla. Já, þarna var snjóflóð upp í Hlíðarfjalli, menn á vélsleðum. Eitt er lent inn í snjóflóð mjög hægt komin. Þessi mynd birtist á forsíðu blaðsins, stór. Sýnir í rauninni dramatíkina. Hvað er stutt í bæinn, þyrlan kölluð út. Þó hefur hægt kannski að keyra með manninn á sjúkrahús, þetta var svo tæft. En þarna með þessa mynd, þá skiptir máli fyrir ljósmyndarann, sem að í þessu tilviki ert þú, að vera rétt staðsettur og hafa auga fyrir þessu eins og það heitir. Já, það skiptir rosalega máli. Ramma myndirnar rétt inn, taka frá réttum stað.
Og áfram yfir í næstu mynd, þetta kosningamynd væntanlega. Já, þetta var tekið á kosninganóttinni eftir síðustu bæjarstjórnarkosningar. Svolítið skemmtileg mynd. Á Akureyri sem sagt. Á Akureyri, þetta Gunnar Gíslason, oddviti Sjálfstæðismanna. Ég gekk á milli kosningamiðstöðva. Þarna hann að hringja í minni að það hefði verið Guðmundur Baldvin, oddviti Framsóknarmanna, til að þarna voru komnar tölur og hann áttaði sig á því að þeir gætu hugsanlega mynda meirihluta með Framsókn. Ákveður að hringja í Guðmund. Og náttúrulega skemmtilegt að mynda Gunnari, sko, stórt plakat í baksinn. Guðmundur svaraði ekki vegna þess að hann var eiginlega búinn að bara handsala samningu við Loga Má og Ellistan. Þannig að Gunnar var eins og sinn. Þetta skemmtileg mynd, engu að síður. Næsta mynd, hún nú ekki úr pólitíkinni, þetta náttúruhamfarir. Já, þetta annars konar svolítið Hóluraun. Svolítið óhefbundin mynd af Hóluraun. Þannig sjást eldglæringar eða sést vel hvað var í gangi. En það þetta andlit sem að þessi djöfull eða hvað maður vilja kalla það sem þarna fyrir ofan. Teka skýrt fram að þetta ekki fölsuð mynd, ekki fótósöpuð en þetta bara svona blasti þetta við. Næstu tvær myndir, það líka svona úr náttúrunni, getum við sagt. Já, þetta þegar féll örskrið á bæinn Grænuhlíð hérna innst inn í Eyjafirði. Rétt fyrir jól, 10 ár síðan, senna rúm 10 ár. Rósa Bóndi hérna á fyrri myndinni í dyrunum, sést vel hvað mikil leðja og drulla hérna, bæði inn í húsinu fyrir utan. En svona til að sýna í rauninni hvað gerðist, það gat ég ekki fyrir en ég keyrði dágóðan spöl, fór alveg hinum meginn í fjörðinn, gat tekið svona af öllu svæðinu, sýnt upp í fjallið og bæinn og svona, það allt í kring. Þetta gott að með hvað skiptir miklu máli að sjónarhornin sé rétt. Þetta voru ansi miklar hamfarir þarna? Já, mjög miklar, alveg ótrúlegt. Og rauninni þau sluppuðu náttúrulega ótrúlega vel í rauninni, sko, því að kom ekki nema svona töluveri spýja en samt ekkert rosalega mikið á bæinn. Þetta tún og þetta tók með sér gamalt lítið fjós og drápust þarna kálfar. Svona bara safnið þitt, það hlýtur að vera þó nokkuð stórt. Já, ég hef ekki talið að það einhver þúsundir eða 20.000 mynda ruglega. Ég myndaði þetta alltaf í gamla daga, svo þegar ég var svona mest skrifandi fyrir sunnan, á blaðinu fyrir sunnan í 20 ár og myndaði ekkert svo mikið. Svo eftir ég flutti aftur heim fyrir rúmum 10 árum, 12, 13, 14, þá hef ég nú skrásett ansi vel svona það sem hér hefur gerst í myndum. Það þarf að vera einhvers konar bara bókasafsfræðingur og það ekki í þessu, til þess að flokka þetta allt saman. Til að flokka til að geta fundið mynd með einhver fyrirvara þegar á þarf hann að halda, þá er náttúrulega þarf að flokka þetta vel og skrásetta. Ég hef sem betur fer gert það. Það ekkert grín að þurfa að leita. Þú veist svona sirka hvenær þetta var, þú veist ekkert í hvað möppu eða hvað þetta er. Er mikið leita til þín svona fólk sem að svona leita af einhverju gamlu? Já, það er töluvert gert. Og einstaklingar og fyrirtæki og ýmsir. Svo líka mikið bara í gegnum myndasölu mokkans fyrir töluvert að mynda þannig. En svona myndir sem að þú hefur fengið birtar, það nú sjálfsagt líka einhverja myndir sem þú hefur kannski jafnvel séð eftir að hafa látið út eða hvað? Það kemur nú ekkert upp í hugan. Eflaust það má vel vera, sko. Kannski myndir af slysum eða einhver svona þannig viðkvæmi, það nú oft. Já, það alltaf viðkvæmt. Mönnum finnst það oft erfitt, já. En fréttir ekki alltaf skemmtilega því miður og maður ekki sérstaklega gaman að mynda þannig aðstæður, en þannig þetta starf bara. Já. Þú sem sagt alltaf með farsímann full hlaðinn og batteri í vélinn og allt klárt. Ég reyna að muna það, já. Það verður að vera, það er lykilegt. Skafti Hallgrímsson, blaðamaður á Morgunblaðinu, þakka þér fyrir og að koma með myndirna líka sem voru skemmtilegar og við höldum hérna áfram eftir smástund og þá þurfum við að tala samgöngumál sem að skipta miklu máli einmitt núna þegar að ferðamannum fjölgar 20% ár frá ári.